Já, góðan daginn og velkomin í Öryrkjaráðið. Bára Halldórsdóttir heiti ég og ætla í dag að tala við Ívu. Íva er margir þekkja hana því hún tók þátt í forkeppninni fyrir söngvakeppnina, en hún hefur verið að læra söng út í Rotterdam í mjög langan tíma og er mjög hæf á því svið og tekið þátt í starfi Tabú í fortíðinni þótt hún sé að gera aðra hluti núna. Velkomin Íva. Takk hérlega fyrir. Við ætlum svolítið að tala NPA-þjónustu og bara yfir höfuð og það hvernig það var að fara með hana til útlanda. Já, mikið rétt. Ég var að segja þér í gær, held ég, að ég sé fyrsti notandinn fyrsti NPA-notandinn sem hefur byrjað sinn feril sem NPA-notandi í útlöndum. Já, bara svona beint út. Já, ég bara skrifaði NPA-samning nokkrum dögum áður en ég flutti út. Hvernig heldur að það hafi breytt, hvernig var fyrir þér að vera með svona samning? Þú veist, eins og ég hef oft sagt við fólk þegar við tölum NPA þá held ég hafi ekki verið að flytja til útlanda hefði ég ekki fengið hann samning í gegn. Já. Það ævintýri var ekki í myndinni. Þannig að þetta í rauninni gerir mér kleift lifa sjálfstæða lífi. Eitthvað gerðist og við dettum allar út mynd? Djöfullinn. Býta aðeins? María, við erum allar dottar út mynd? Eða hvað? Kom það aftur? Já, það er komið aftur. Varst þú að gera eitthvað heldurðu? Já, hringdi ykkur í mig. Já, ok, geturðu sett símann þinn á Do Not Disturb og mute eða eitthvað? Það er á mute. Ég get ekki Do Not Disturb. Ok, þarna cirka þessi stelling er fín. Já. Hún klippir bara út úr María eftir á. Þú varst að segja, þú hefur ekki getað farið út nema? Já, að fólk, ég held að fatlað fólk, það er náttúrulega erfiðara með að lifa sjálfstæða lífi heldur en aðrir. Og það er ekki sjálfsagður hlutur að það geri það. Það þótti að til dæmis bara ekki fyrir 10 árum áður en NPA kom til. Og fyrir þann tíma hefði ég bara ekki séð fyrir mér að ég hefði farið í háskólann í útlöndum án fjölskyldunnar minnar og ég held að það hafi bara ekkert verið algengt hjá fatluðum ungmennum á Íslandi. Það er mjög takmarkað í rauninni frelsi fyrir tilkomu NPA. Og þarna færðu frelsi til þess að vera sjálfstæð í því hvað þú vilt gera og hvar? Já, og fyrir það kannski sem við veit ekki nákvæmlega hvað NPA snýst þá snýst það að sveitarfélagið í rauninni borga mér til þess að ráða mér starfsfólk sem aðstoðar mig síðan við athafnir daglegs lífs og ég er sem sagt verkstjórnandinn og stýri því hvernig aðstoðin er veitt hvar og svo framvegis. Já. Og hvenær. Hver er þín reynsla af því hefurðu góða reynsla af þessu? Já, í heildina litið hef ég mjög góða reynsla af þessu. Ég held að það sem þarf svolítið að breytast innan kerfisins er að skilgreina þarfir fólks eru mismunandi. Samningurinn, ég fundi fyrir því að þetta miðast aðalega að fólki sem þarf sólarhringsaðstoð eða mjög stöðuga aðstoð, en hjá mér er það breytilegt og breytist svolítið eftir hvert og hvenær ég er að fara út úr húsi og hvað ég er að gera hverju sinni, sko. Að maður sumir bara við sínar grunnþarfir. Ég er kannski ekki alveg þar endilega. Hjá mér er þetta meira svona, ég segi alltaf við vinkonu mína sem er aðstofakonu mér líka, hún sé augun mín. Já. Hún aðstoðar mig við sjónræna þætti sem ég kannski get ekki greint í mínu lífi og að rata og ferðast. Já. Maður býr í stórborg. Eru þá ferðalögin aðalpunkturinn? Hvað gerir hún hvað færðu aðstoð fyrir utan ferðalögin?
Það bara mjög breytilegt. Það getur verið frá því að afla heimilda í háskólanum á bókasafninu sem mjög óaðgengilegt, upp í að prenta út, sjá einhverja þætti innan heimilisins kannski, fara í búðir, já, bara margt sem krefst sjónar í rauninni. Já. En hvað heldur að hafi, nú segir þú það, þú ferð beint út með þetta. Já. Kostir og gallar við það að hafa ekki verið búin að prófa þetta á Íslandi. Hver heldur að munurinn hafi verið? Ég held að kostirnir hafi verið að maður þurfti bara að fara út í þetta krispan búm. Það var engin tími til að hugsa, maður var bara svolítið að standa á eigin fótum alveg frá byrjun. En gallarnir náttúrulega voru, hefði eitthvað klikkað, hefði eitthvað mikið komið upp á, þá hefði verið miklu erfiðara að leita eftir þessu svona félagslega öryggisneti sem maður er búin að byggja upp á Íslandi. Já. Félagslega í öðru landi en ég og já, þetta var alveg stressandi tími. Já. Hvernig upplifirðu munin á, nú eru, þú veist, alltaf einmitt öryrkjaaðstoð hér og öryrkjaaðstoð úti og aðgengi og kerfislægir hlutir og kannski viðhorf til fötlunar og annað. Hvað finnst þér munin á því hér úti? Sko, mér finnst við Íslendingar í rauninni komin mjög langt með við það sem í gangi úti. Mér finnst meira kerfi hérna bara í öllu, hvort sem það í málum með öryrkja eða bara hvað sem það í rauninni þá finnst mér kerfi á Íslandi mun manneskjulegra heldur í milljónasamfélagi í Evrópu. Þetta mikil búrókrasía, mikil pappírsvinna, mikið vesen, það allt vesen sem þú ætlar að sækja með að gera úti. Og það náttúrulega með líka, ef fólk var eins og með NPA fatlað fólk á ekki rétt á NPA aðstoð nema þá að sé í formi heimahjúkrunar, þá getur eitthvað stjórna því, fær eitthvað fjármagn til þess að stjórna því, en það er mjög erfitt og vandasamt að fá það í gegn. Já. Hvernig sér fólk fötlun þarna úti, finnst þér? Ég held einmitt með þetta með NPA-ið úti sé svolítið að því fólk ekki treyst. Á Íslandi kerfi þannig uppbyggt að fólk svo mikið treyst fyrir að sé ekki svindla og svíkja út peninga. Á meðan miklu meiri líkur á svoleiðis gerist í milljónasamfélagi einhvern veginn. En viðhorfið svolítið mikið það að fatlaðir eiga að vera í vinnu eins mikið og þörf krefur, en fyrirtæki samt voðalega dugleg að hafa þau í vinnu. Örorkubætur eru mjög lágar, fólk lifir varla af þeim, og fjölskylda og vinir eru rosalega mikið látnir sjá aðstoða fatlaða einstaklinginn. Já, sem er eitthvað sem einmitt NPA og annað hefur verið svolítið svona pælingin að einmitt gefa fólki sjálfstæði og þá fjölskyldunum líka þetta frelsi. Við minni líka að það var einhvern tímann sagt að þú hefur upplifað það svolítið svona eins og þú væri svolítið barngerð meira þarna úti. Já, já, það náttúrulega líka þarna risastórt svona sjálfboðaliða kerfi. Samfélagið svolítið uppbyggt af fólki sem að vinna samfélagsþjónustu og eitthvað svona sjálfboðastarf. En ég meina, auðvitað þetta upp til hópa frábært fólk sem vill aðstoða fatlað fólk í sjálfboðavinnu og allt þannig. En þú getur svolítið ekki borið sama traust til þess og þú gerir til manneskju sem búin að ráða í vinnu, búin að senda í ferilskrá, búin að taka í viðtal, búin að gera ráðningarsamning við. Þú getur ekki treyst því, við sem lætur sjálfboðaliða að lesa póstinn hans og það finnst mér alveg bara útópískt. Að hann treysti því virkilega að bara blint að sjálfboðaliðinn sé að fara að húnaði við póstinn sem þessi vinur minn lætur hann lesa fyrir sig. Hver segir að hann get ekki bara að blaðra þetta um allan bæ? Eða deila upplýsingum eða whatever.
starf aðstoðarmanns líka rosalega persónulegt, sérstaklega fyrir þá sem sko þurfa aðstoð við líkamlegar þarfir og þú vilt bara ekkert að Jón Jónsson út í bæ hafi aðgengi að því að aðstoða þig og það engin ráðningarsamningur, ekkert svona net. Og ekki trúnaðar samkomulag eins og það er alltaf, maður skrifar alltaf undir trúnaðar skyldu það ekki í flestu helgi hérna á Íslandi. Jú, og þetta er náttúrulega líka MPA-samningar, flestir eru bundnir við stéttarfélag, sömu reglur, en líka bara réttindi bæði sko einstaklingsins sem verið að aðstoða og sjálfboðaliðans eru engin. Já. Þannig að sjálfboðaliðin gæti í rauninu ekki kært eitthvað vafasamt til dæmis til einhverja lögmanna eða whatever. Ef hann hefur verið að lenda í einhverju vesinni með einstaklingi sem hann er aðstoða. Þetta er rosalega snúið og loðið allt saman. Já, og það er það þannig einmitt og líka einstaklingur sem er verið aðstoða hefur þá engin réttindi á móti. Nei, það er það sem ég við eingreiðslusamninga líka. Réttindi allra í rauninni tryggð með þessu móti. Eða allavega eiga að vera það. Mér finnst einmitt áhugavert þetta sem þú sagðir samt sko að öryrkjar eiga að vera að vinna ef þeir geta það og það sé actually hægt. Það er náttúrulega eitthvað sem að flestir íslenskir öryrkjar upplifa sem kannski vissa hindrun, það er ekki til hlutastörf og það er ekki, og ef þeir vinna eitthvað þá fer það strax að hafa áhrif á bæturnar. Hlutastörf er mjög algengt núti sko, en þetta er samt mjög letjandi umhverfi núna sérstaklega því að það er verið að þröngva í gegn einhverju lagafrumvarpi þar sem er verið að fara fram á öryrkjum sem hafa fengið eitthvað lágt í starfsgetumati að þeim fyrirtæki megi borga þeim undir lágmarkslaunum. Já, ok. Það er áhugavert. Já, og þeir eru ekki rétt á ellilífeyri eða neinu svoleiðis. Þannig að ég efast að fara í gegn, þetta er náttúrulega bara ævintýralegt að láti þetta sér í huga að fara fram á þetta einu sinni. En væri þeir þá áfram á tryggingabótum samt eða hvað bara 0 tekjur allt í henni þegar þú 60 eða það? Ég veit ekki, ég hef ekki kynnt mér það í þaula, en ég held að ríkið borgi eitthvað á móti sko, en þá samt undir lágmarkslaunum. Já, nei ég var að meina með ellilífeyrinn. Já, það eru bara þá tryggingabætur sko. Já, það heldur áfram í því kerfi. Þú ert ekki safna upp neinu í lífeyrissjóð samt. Já. Hvað finnst þér svona aðgengi og kannski viðhorf almennings sem þú hittir út á götu hér og þar? Hér finnst mér, auðvitað alltaf hægt að gera betur. Það er alls ekki að segja það. Það mætti alveg gera betur varðandi til dæmis, nú get ég ekki talað fyrir alla fatlaða en vefaðgengi fyrir blinda og sjónskerta. Er stórlega ábundið vatn til dæmis hjá Ríkisútvarpinu sem er mjög kaldhæðnislegt, það sem slagurðið er RÚV okkar allra. Voru þeir ekki gefið með ráðgjafa frá blindum og gerði þetta samt vitlaust eitthvað? Frá blindrafélaginu, jú. Já. Það hefur verið einhver áralöng vinna sko, en ég því miður ekki svo neinn árangur að því. Nei. Það er mjög leiðilegt. En þarna úti finnst þér þú hafa þá betra aðgengi að svoleiðis hlutum þar? Sko innan Evrópusambandsríkjanna skilst mér að það sé skylda að hafa hluti eins aðgengilega og hægt er og á byggingar og allt svo lengi sem það er ekki friðað verður aðgengilegt. Þannig að til dæmis það að fólk í hjólastól kemst ekki inn allan Laugaveginn væri eitthvað sem myndi ekki geta gerst það núti? Ekki að það væri verið að byggja hann, sko, endurbyggja hann, endurskipuleggja, það yrði að hafa aðgengi í huga. Það er bara samkvæmt reglu. Svo er náttúrulega spurning hversu vel því er fylgt. En þetta er þá líka er þetta aðalega fyrir opinberar byggingar eða er þetta fyrir allar byggingar? Ég er ekki alveg viss, ég þori ekki að fara með það, en það er allavega opinberar, sko. En þegar þú hittir svona random útlending út á götu í Rotterdam eða kynnist fólki í Rotterdam,
Hvernig finnst þér þeirra svona almenna viðhorf til fatlaðrar manneskjur eins og þér sem að gera hlutina svona sjálf? Mér finnst viðhorfið stórlega mikið betra á Íslandi. Mér finnst á Íslandi svolítið mikið svona þetta you do you samfélag sem máli deilum, en kostirnir við það eru samt að fólk ekkert mikið að pæla í öðrum. Svona frekar en þeir þurfa, sko. Að biðja ef maður vill einhverja aðstoð hér. Í Rotterdam bara nánast tekið í þig og þú skikkaður til þess að þykja einhverja aðstoð vegna þess að annars ertu dónalegur. Það er svolítið viðhorfið þar. Já. Og mér finnst margir ekki ætlast til þess, mér finnst jafnvel sko úr röðum fatlaðs fólk finnst mér fólk vera rosalega upprifið af því að ég sé í háskóla og búi ein og hafi flutt frá foreldrum mínum 19 ára. Og þeim finnst þetta stór mál, sko. Jákvætt þá en neikvætt? Þeir líta á það sem bara, hvernig segir maður, innblástur, inspiration. Ella. Ó, svo mikið hetja. Já, svo dugleg. Já. Það er nánast klappa á kinnina, sko. Já. Hefur lent í því? Nei, en það hefur svona verið tekið svona utan mitti á mér og mér svona ítt einhvern að einhverjum vegg. Já. Eða svona til hliðar svo að einhver kemst fram hjá mig, eða ég man ekki tilgangi með því. En já, í Rotterdam er rosalega mikið líka tendensi að skipta sér af öllu og öllum og hafa skoðanir á öllu og öllum. Þú veist, ég kannski eitthvað og það hefur verið sagt til þess við aðstofmanni mér bara, hvað hjálpar hann ekki? Þannig að ég var ekkert að biðja neina hjálp, við vorum bara að labba eitthvað staðar til götu og ég var að reyna að finna eitthvað. Já. Og með NPA, sko, það er fólki líka rosa hulin ráðgáta eitthvað meginn, fólk rekur bara upp stór augu og finnst, ég svolítið lent í því, ég veit samt ekki hvort þessi meðvitað og ómeðvitað og ég ekkert að kenna neinum það, en ég samt svolítið lent í því að fólki finnst ég vera ógeðslega kröfuhörð. Ef einhver býr fram einhverja aðstoð sem ég segi síðan að aðstofmaðurinn minn bara sjá þá finnst fólki það bara vera, þú veist, hvaða dýfustælar eru þetta og ég verið kallið, þú veist, eitthvað svona welfare queen af því að ég með NPA-samning við sveitarfélagið mitt og þú veist, einhvern fólki finnst rosalega magnað að ég treysti ekki á hvert sem er og vil ekki treysta. Já, þannig að þú sért svona með einhver svona vanþakklæti og kröfur sem þú ættir ekki að vera þegar, já, samfélagið eitthvað stýra því en ekki þú. Já, svolítið þannig, sko. En mér finnst það magnað, sko. En ég meina, þú myndir ekkert fara að treysta á einhvern ókunna Jón út í bæ til þess að, ég veit ekki, bara aðstoða út á götu. Það er kannski eitthvað mjög persónulegt. Ég meina, kannski en ég er nú svo skrítin, en ég veit alveg hvað almennt fólk, já. En svona hinn almenna manneskja held ég að myndi setja spurningamerki við það. Við fáum alveg mitt stuðning, ef ég er út í búð og beðið einhvern að rétta mér eitthvað eða beygja sig eftir ykkur eða eitthvað, fólk er alveg til í það en það er ekkert, eins og segir, það er mjög lítið að fyrrabragði einhver boð nema stundum hef ég er í hjólastólnum þá hefur fólk svona sagt má ég ýta þér og það er bara fínt, það er svo leið, þá segir maður bara nei og þá er fólk alveg sama. Já, algjörlega. Hvernig, segðu mér svolítið frá þér þarna úti og því svo að gera þarna úti? Ég náttúrulega bý bara í miðborg Rotterdam, bjó. Ég hef búin að vera hérna á Íslandi í 6 vikur í kórónufaraldri. Svo er ég bara í tónlistarháskóla, að læra klassískan söng, á öðru ári af 4. Já, þú veist, maður er bara svolítið í skólanum og skólasamfélaginu allan daginn. Þannig að maður svolítið bara hrærist innan þess. Svo er ég náttúrulega hef ég verið að vinna sem söngkona þess utan. Eru þessi nemendur sem þú ert að hitta, er það
Hollendingar að öllu leyti eða er svona multikultúral? Þetta er svakalega blandað. Það er bara frá öllum löndum eiginlega í heiminum. Já, Þetta er líka svolítið meðvituð stefna þessara skóla að vera international. já, Þannig að það er líka frönsku og sem er mjög fínt fyrir mig. en finnst þér eins og nú áðan vorum við að tala viðhorf almennings á götu þegar þeir hitta þig, þessar tilætlunum sem og svoleiðis og allt þetta. Finnurðu fyrir einhverju öðru inni í skólanum þar sem er svona kannski, einmitt, ekki allir hollendingar? Já, mér finnst það er alltaf svo hraðvirkt samfélag sko, þannig að þar eru allir voðalega uppteknir af sínu bara. Auðvitað kemur alveg til maður einstaka fólk og maður er náttúrulega líka miklu meira í hóp í skólanum, þannig að eftir manni. Já. Og já, og náttúrulega mér finnst yngra fólkið mun þægilegra hvað þetta varðar. Mér finnst ég alveg fyrir þessu attitúd sem ég var að lýsa á þessu brjáluðu afskiptasemi og því frá svona 40-50 pluss fólki. Já. Þú sagðir áðan að þú værir að læra í gegnum netið núna. Er það að læra í skólanum þínum úti í gegnum netið? Já, ég bara, allir tímandi mínir fara fram í gegnum Zoom. Já. Er þetta eitthvað sem viðheldur það flæðinu eða heldur þú sérst að missa tök á því að geta verið áfram þarna? Ég er að staðna svolítið mikið, sko. Ég ætla klárlega að klára árið, en það er bara ekki það sama að vinna í gegnum netið og að hitta fólk og fara í söngtíma og bara vera í physical contact við þá sem þú ert að tala við. Ég klára árið, svo náttúrulega bara verður að ráðast hvort það verði mega kreppa á landinu eða ekki, bæði sko hér og úti. Og ef það verður raunin þá hugsa ég að ég flytji hingað allavega í 1 ár. Varstu ekki líka eitthvað að tala í sambandi við gengið og slíka hluti? Jú, það náttúrulega tengist ég að það kemur mega kreppa, sko, þá verður gengið á krónu svo lágt að ég á ekki fyrir leigu. Nákvæmlega. Jú, ég meina ég held að séu margir námsmenn fleiri að díla við það. Já. Ég veit sem hafa verið að læra í útlöndum sem eru á leiðinni heim. Já. Heyrðu, svo náttúrulega þeir sem horfa á okkur núna, þeir kannski þekkja þig aðalega í gegnum þetta nýja ævintýrið þitt í söngvakeppninni. Já. Þar sem að þú varst bara í toppnum þar þrátt fyrir að það hafi endað annað og svo er nú engin söngvakeppni. Jú. Getur þú sagt mér svolítið frá bara ferlinu og hvernig þetta var og svona? Já, ég náttúrulega byrjaði í samstarfi með pródúsent úti sem ég fann eiginlega gegnum pabba minn, þetta er gamall vinur hans og við semjum lag sem við sendum inn í söngvakeppnina. Það hefur náttúrulega alltaf verið draumur hjá mér að taka þátt í söngvakeppni sjónvarpsins. Okay. Ég var samt ekkert að búast við það árið, sko, en allt í lagi að prófa að senda inn. Ég veit marga sem hafa verið að senda 10 ár í röð og það ekki komist. Þannig að væntingarnar voru engar. En svo komst ég í topp 10 og já, það var bara öllum að óvörum og mjög skemmtileg lífsreynsla og dýrmætt að hafa. Já. Fannst þér þú geta einmitt núna ef við spáum í einmitt sjálfstæði og sjálfsákvörðun og því að það hlýtur að vera öðruvís að vera blindur að taka þátt í svona keppni heldur en sjáandi. Eitthvað sem að slóði þig eða hindraði þig eða var betra eða verra eða eitthvað? Já, ótrúlega satt. Þá ég var alveg bara svolítið búin að undirbúa mig áður en ég fór í þessu keppni. Af því að það er mikil fjölmiðlaumfjöllun og dót sem fylgir þessu. Ég hef búin að undirbúa mig svolítið að mín fötlun og mín blinda sjónskerðinga, hvað maður vill kalla þetta, er bara ekki til umræðu í þessu. Nei. Þetta er ég, þetta er vinnan mín, þetta er það sem ég er búin að vera í háskólanámi fyrir til að gera og ég er að syngja og það tengist sjón voðalega takmarkað
Ég er alveg búin að undirbúa svolítið svona hvernig ég myndi svara ef fólk myndi spyrja mig út í fötlunartengd málefni í fjölmiðlum, en svo var það bara ekkert. Heldur það hafi ekki kannski verið líka því að þú bauðst eiginlega ekkert upp á það strax í fyrstu viðtölunum? Já, samt ég gerði það ekki meðvitað, sko. Kannski þetta bara eitthvað svona, þú geislar því frá þér eitthvað, ég hreinlega veit það ekki, en það bara kom ekki til tals. Nema, ég breytaði eitthvað pínugt upp á því held ég einu viðtali, en það var bara til þess að setja hluti í samhengi. Já. Og já, mér finnst bara rosa flott hjá mönnum sem voru hérna við stjórna að bara virða það án þess að ég þurfti að segja neitt. Það kemur mér á óvart líka því ég meina ég veit ekki, ég vön því að fólk vilja endilega sensationalisa og búa til ævintýrasöguna. Oh my god, yndislega hvað þessi hafa komist áfram í þessu og hinu og þrátt fyrir og eitthvað dótari. Já, en þetta ekki líka, sko, þessi saga hún svolítið þreytt. Ótrúlega margir vera, og með fullri virðingu fyrir þeim einstaklingum sem gera það, menn það bara þeirra val, en það svo ótrúlega margir sem koma með einmitt eitthvað svona vælusögu. Lendi í þessu, eða mamma mín lendi í hinu og bla bla, þú veist, það er alltaf eitthvað drama sem fylgir öllu. Sérstaklega svona keppnum og raunveruleika þáttum og svoleiðis. Þannig ég held að fólk sé bara búið að sjá nóg af þessu og svona mönnum sé verða hægt og rólega alveg sama. Það sé hægt að selja. Það sko, en ég held að það sé raunin. Já, það bara, mér finnst það persónulega mjög jákvætt að heyra. Af því að við unnum nú saman í haust aðeins með listasýningu sem ég hélt sem að snerist einmitt nákvæmlega þetta. Mér langaði að sýna vinkonur mínar eins og þær væru en ekki eins og fötlunin þeirra væri. Og það var mjög skemmtilegt og gaman. Einhvern tímann seinna þá ætlum við í Öryrkjaráðinu að spila viðtölin sem ég tók á sínum tíma þar. Og takk fyrir það að taka þátt í því með mér. En já, svona almennt, eitthvað fleira sem að svona brennur á þér sem þið langar til að tala um? Nei, sko, jú, líka, þú veist, með söngukynna, því við vorum að tala um að þetta kom ekki til umræði, þetta fötlunartengda, sko. Það staðfesti líka svolítið fyrir mér að við erum komin sletta langt. En þess að fyrir úti, sko, þeir pikkuðu þetta upp. Ég hef búin að fara eitthvað viðtal og ég hef búin að segja þeim að fötlunum mér var ekki til umræði því að ég ætla að koma niður á það. Og síðan birtist daginn eftir fyrirsögn eitthvað Blind Eva 21 is competing. Ég bara eitthvað, hvað sagði ég? Og sagði sko, ef þú myndir hafa sagt svarta Eva 21 árs, það eru mist vinnuna. Ég ger ekki enn fyrir því. Já, því þú vilt ekki vera skilgreind út frá fötluninni, heldur út frá hæfninni. Nei, nákvæmlega. Og mér finnst það að vera gert á Íslandi en vanta upp á úti. Og það held ég að ég sé að fara að flytja og setja stað á Íslandi á endanum. Hvort sem. En mér finnst þetta bara svo áhugavert dæmi, sko, því að fjölmiðlarnir tóku þetta ekkert upp hérna á Íslandi og það grasseraði allt í þessu úti og fólki fannst þið líka bara leiðinlega að vera að benda á að þetta væri ekki cool. Já, að þú ætlaðir ekki að vera í séð og heyrt stílnum bara allan tíman og hvernig var lagið þitt? Lagið sem við gerum stundum grín að einskisbarn ert dæmið. Já, nákvæmlega. En svo hefur verið að gefa út meira tónlist? Gefið út? Já, ég var að gefa út lag á föstudaginn. Já. Open and Free. Og það er annað lag á leiðinni 22. maí sem heitir To Reach You. Og svo hef ég verið að gefa duett og já, það er bara margt að gera í tónlistinni og líklegast bara björt framtíð, sko.
bara gott að heyra. Og einmitt, eins og þú segir, ekki byggt á fötluninni, heldur byggt á hæfileikunum þínum og því sem þú er unni fyrir. Já, nákvæmlega. Keppnisskapi, aðalega. Þetta óbilandi keppnisskapstundum sem er erfitt að róa niður. Já, þú ert náttúrulega bara mjög metnaðarfull kona, ég sé það alveg. Já. Blindrasamfélagið á Íslandi, nú bara svona, svo bætum við einhverju til að ræða. Já. Segðu mér svolítið frá því. Já, það er náttúrulega þetta blindrafélag, sko, sem er virt á Íslandi. Og í því eru 700 manns held ég, síðast ég vissi. Ég var voðalega virk í þegar ég var unglingur og það var mjög öflugt barna- og unglingastarf á þeim tíma, ég veit ekki hvernig það er núna. En á einhverjum tímapunkti þá sagði ég mig úr félaginu. Bæði vegna til útlanda, vegna þess að mér fannst þér ekki standa sig vel í hagsmunabaráttu fyrir ferðaþjónustu fyrir blint og sjónkert fólk. Já. Hvernig þá? Það er löngu flókin saga, sko, en ferðaþjónusta blindra er basically öðruvísi byggð upp heldur en ferðaþjónusta fatlaðra með þeim hætti að blindrafélagi og hreyfill og sveitafélögin eru með samninga sem sem eru öðruvísi uppsettir. Já, þeir eru öðruvísi, sorry, ég var trufluð. Já, þeir eru öðruvísi uppsettir, sko, og þú færð leigubíl, þú pantar leigubíl upp á dyrum og 60 ferðir á mánuði sem þú mátt komast með aðstoð hreyfils en þú borgar strætógjald fyrir. En það gildir milli 7 á morgnana og 12 á miðnætti, þannig að ef þú ert að vinna eftir miðnætti þá ertu nánast að borga fullt leigubílagjald. Strætógjald einstakt fyrir stakaferð eins og að vera með við þarna er 500 krónur. Það. Og fólk sem er í mikilli virkni og eru námsmenn til dæmis eða í mikilli vinnu eiga bara ekkert efni á að nýta sér þennan samning á fullu vegna þess að þeir fara yfir þessar 60 ferðir á mánuði sem þeir eru úthlutað bara eitt fyrir bingo. Ef við deilum 60 með 30 þá ertu með 2 ferðir á dag. Bara í skólanum tilbaka. Já, sumir þurfa bara miklu meira en það og líka það að það er ekki hægt að bera þetta sama við strætónotkun þar sem námsmenn eru með strætókort á einhver 50.000 kall á ári og það er það sem þú ert að borga fyrir þessa ferðaþjónustu á 2 mánuðum. Já, það er það. Þegar þetta kemur til tals hjá það má eiginlega ekki tala þetta hjá blindrafélaginu annarkvort yrði að hækka ferðaþakið og aflétta öllum tímatakmörkunum, það er alltaf mín skoðun, eða veita námsmönnum og fólki sem er í mikilli virkni afslátt. Það má ekki tala af því að við eigum að vera bara svolítið þakklátt í rauninni fyrir að sveitarfélögin hafi viljað skrifa undir núna samning yfir höfuð og við eigum ekki að vera að rukka bátnum af því að við getum mist hluti. Og þetta finnst mér ekki ásættanlegt og mér langar ekki til að hagsmunasamtökum sem er ekki í baráttu. Segðu mér nú, af því nú er editorinn eða þáttastjórnarinn á bakvið búin að segja við mig að ég að fara að ljúka mínu máli. Segðu mér, viltu skella einhverjum loka orðum inn í þetta? Ekki láta fötlun skilgreina ykkur og ekki láta aðra skilgreina fólk ykkur sjálf út frá fötlun ykkar. Fötlun er ekki pólitísk og fólk getur haft hvaða pólitísku skoðanir sem er í hvaða stöðu sem er og höfum það bara allir í huga. Hvað er þetta að finna efnið þitt ef að fólk vil leita eftir með einhver svona heimasíðu fyrir þig eða eitthvað? Ég er á Spotify og svo er ég á Facebook og Instagram. Ég er að fara að búa til nýja samfélagsmiðla þar sem ég var hent út af mínu gömlu. Svo já, aðalega bara Spotify, YouTube og Facebook. Bara frábært. Þakka kærlega fyrir að koma í viðtal til mín og segja mér svolítið frá því hvernig er að svona sjálfstæðast út í útlöndum með
með MPA. Mér finnst þetta áhugavert líka að sjá muninn milli landa. Já. Við þurfum að ljúka þættinu núna því miður, eins og alltaf þá langar mig að tala lengur. Við erum með Facebook síðu sem að heitir Öryrkjaráðið. Þar þeir sem vilja geta bara mest við að líka við þá síðu, það fáið tilkynningar það þegar myndböndin koma. Við erum undir stöð sem kallast Samstöðin, þar sem eru fleiri skemmtilegir svona þættir. Og við viljum endilega heyra frá hlustendum hvað þeir vilja heyra meira og aðra hluti ef það er í boði. Og bara takk fyrir í dag.